Áframforsetar í upphafi. Fundur settur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1411. Fundinn sitja Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Ósa Skarstad, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Anna Sólveig Smáradóttir, sem situr hér sem varamaður í fjarveru Valgarðs Lyngdals Jónssonar, forseta vors, sem veikur. Og þar af leiðandi þá stýri ég, Einar Brandsson, sem fyrsti varaforseti þessum fundi. Einnig sitja fundinn Haraldur Benediktsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og mun hann rita fundargerð. Ég býð fundarmenn velkomna. Við erum með dagskrá þar sem eru 2 afgreiðsluliðir og 5 fundargerðarliðir, sýnist mér. En við byrjum á númer 1, það mál númer 2503-061, Sæli AK 173, skipaskrár númer 1794 og það forkaupsréttur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 27. mars 2025 að falla frá forkaupsrétti sveitarfélagsins samanber 3. málsgrein 12. greinar laga stjórn fiskveiða númer 116 frá 2006 og vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust þennan fundarlið ef einhver vill sjá sig. Svo ekki, þannig að fyrir liggur þessi tillaga. Bæjarstjórn samþykkir að falla frá forkaupsrétti sveitarfélagsins vegna sölu á fiskiskipinu Sæli AK 173, skipaskrá númer 1794. Þeir sem þessu samþykkir vinsamlega gera merki. Það samþykkt 9-0. Þá það fundarliður númer 2 sem hefur málsnúmerið 25-03-054, ungmennaráð, endurskoðun á erindisbréfi. Bæjarráð samþykkti erindisbréf ungmennaráðs á fundi sínum þann 27. mars 2025 og orðið laust þennan fundarlið og þetta þá erindisbréf. Og það bæjarfulltrúi Líf Ósa Skarstad sem tekur til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir smáhlíða. Ég ætla að fá að leiðrétta æruverðan forseta hér með nafni mitt. Ég heiti Líf Ósa Skarstad, en þetta gengur alltaf illa í hvert skipti. En við lítum fram hjá því. Ég ætla bara rétt aðeins að kveða með ljós undir endurskoðun á erindisbréfi ungmennaráðs. Þetta gert að undirlagi ungmennaráðs og þeirra fulltrúa sjálfra, þar sem að þeir komu fram með breyttar hugmyndir hvernig mætti standa að vali á fulltrúum í ráðið og annað, sem bara undirstrikar það hvað við eigum ótrúlega flotta krakka sem hafa mikla skoðanir og vilja til þess að starfa fyrir
sig og ungmenni í bænum. Þannig að bara þetta mjög gott. Ég vil svo að lokum bara fá þar sem ég sit nú líka sem formaður öldungaráðs, sem sviparáð og ungmennaráð, akkurat í hinn endan, að hvetja okkur sem sitjum í ráðum og nefndum að passa okkur á því að vísa þeim erindum sem að ættu heima inn í ungmennaráði og í öldungaráði, að vísa þeim til umræðu þar sem fyrst, ekki bara að það sé í rauninni komið bara til kynningar inn í ráðin eins og oft hefur verið, heldur að það sé tekin almennileg umræða inn í ungmennaráði og í öldungaráði og jafnvel að það sé meira samtal bara milli bæjarstjórnar sjálfrar og þessara ráða. Við í öldungaráði vildum til dæmis koma á reglubundnum fundum með allri bæjarstjórn og það ég veit að það hefur verið tekið fyrir í bæjarráði og í velferðarráði og var tekið vel í það og ég hefði bara viljað sjá að við myndum gera það sama með ungmennaráðið. Takk. Bæjarfulltrúinn Líf Ósef Skarðstad hefur lokið máli sínu og forseta alveg skylt að biðjast afsökunar á því ef hann nöfn ekki rétt fram. En orðið laust, það ekki fleiri sem kveða sér ljós, þannig að fyrir liggur þessi tillaga. Bæjarstjórn samþykkir breytt erindisbréf ungmennaráðs samanber tillögu skóla- og frístundaráðs, en þó þannig að fjöldi árlega funda samkvæmt 3. grein verði að lágmarki 6. Þeir sem eru þessi samþykkir, eins og það gefur merki, það samþykkt samhljóða. Þá afgreiðslu liðum lokið og nú förum við í fundargerðir og þar fundarleið 3, málsnúmer 2501/02, fundargerðir 2025 og það bæjarráð og það fundargerð frá fundi 3590 frá 27. mars 2025 sem liggur hér undir orðið laust. Það formaður bæjarráðs Líf Lárusdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Ég kem hér upp til að gera frekari grein fyrir mál númer 1, úttekt á rekstri og fjárhag. Við höfum nú hér í bæjarstjórn frá og með síðasta fundi samþykkt fjárhagsleg markmið og þessi vinna okkar liður í að ná þeim. En bæjarráð hefur nú sem áður beint því til allra fagráða, sviðsstjóra og forstöðumanna að tryggja áfram eftirfylgni við samþykkta fjárhagsáætlun og leiti jafnframt allra leiða til að standast framsett fjárhagsleg markmið. Þá yfirstandandi umbótavinna með KPMG á velferðar- og mannréttindasviði en þar fer fram rýni á búsetuþjónustu með tilliti til mannauðs- og þjónustutengdra notenda með það að markmið að greina tækifæri til úrbóta á samrekstrar í umhverfinu, mótun grunnþátta innra eftirlits í búsetuþjónustu og rýni á einstaklingsmiðaða þjónustuáætlun, útfæra samhliða hugbúnaða greiningu fyrir útfærslu í málakerfi. Þá fer fram stöðumat á rekstri, áskorunum og áhættum í stuðnings- og stoðþjónustu fyrir eldri borgara sem á kostnaði í tengslum við samþætta þjónustu við eldri borgara. Huguðu við einnig vinna KPMG við greiningu og reiknilíkönum grunn- og leikskóla. Þá hefur skipulags- og umhverfisráð tekið upp sína fjárfestingu og framkvæmdaáætlun með það að leiðarljósi að koma auga á hvað sé hægt að fresta ákveðnum verkefnum á meðan verið að komast yfir mesta skaflan í þeim fjárfreku verkefnum sem nú fer loks að sjá fyrir endan á. En til upplýsingar sem að þó hefur nú komið fram hér áður að bæjarráð hittist nú annan hvern fimmtudag á móti hefðbundnum formlegum bæjarráðsfundi og fer yfir þá vinnu sem stendur þá yfir á fjármála- og stjórnsýslusviði og snýr þá að því að leita allra leiða til hagræðinga. Takk fyrir mig. Já, Líf Lárusdóttir formaður bæjarráðs hefur lokið máli sínu og orðið laust.
þessa fundargerð bæjarráðs og það ekki fleiri sem að kveða sig ljós, þannig að þessi fundargerð hér með lögð fram. Þá það 4. liður, málsnúmerið 25-01-003, fundargerðir 2025 og það velferðar- og mannréttindaráð, það fundur 243 frá 1. apríl 2025. Orðið laust þessa fundargerð og það fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson sem fær orðið, gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Bara hérna þessi fundargerðina sem síðan 1. apríl. Formaður bæjarráðs, Lífur Lárusdóttir, fór nú ágætlega yfir lið 2 sem umbættir á rekstri á velferðar- og mannréttindasviði. Það talsverð vinna í gangi við að greina reksturinn og skoða útgjöld miðað við hvernig hægt að gera betur, meðal annars með því að rýna veikindi starfsfólks, hvernig hægt að auka helgun starfsfólk í vinnunni sinni og fækka veikindum. Þannig að það hluti sem verið að vinna til dæmis með gera sem sagt ítarlegri gæðahandbækur, skoða námskeið og fræðslu fyrir starfsfólk varðandi það sem það að gera við vinnuna og já, þannig að það ýmislegt í gangi þarna sem hefur kannski ekki komið fram hér hjá okkur. Það var vinnustofa með stjórnendum í búsetuþjónustu í dag, geri ég ráð fyrir, það allavega var á dagskrá. Það sem einmitt var markmið að rýna rekstur og hugmyndir úrbætur. Það búið að vera að vinna gæðahandbók, þannig að það var væntanlega kynnt í dag og vinna á verkefni tengt því. Við höfum verið að vinna mælaborð í þessari mannauðs- og þjónustuþyngd og öðru slíku, þannig að það hefur verið kynnt. Það ýmislegt í gangi. Það líka verið aðtöku hvort að kjarnandi getur unnið meira saman, hvort að hægt að samnýta starfsfólk og annað slíkt innan kerfisins, líta á þetta frekar sem kannski einn vinnustað og svona hvort að eitthvað tækifæri þar tengd sem sniðugt, allavega hjá þeim sem kannski nýráðnir skiljiði. Þannig að það ýmislegt í gangi með það. Mér langaði líka að minnast á lið 3, Saman á Skaga. Við tókum við undirskrift á áskorunum vegna þess að við fengum ekki það fékkst ekki fjármagn í þetta verkefni í fjárhagsáætlun. Þetta voru ansi margir, ég var ekki alveg með töluna hvað þetta voru margir aðilar, en þetta voru á 300 held ég sem að skrifa undir. Þannig og þannig það svona alltaf undir alda óánægju með það við höfum ekki sett peninga í þetta. En ég vil bara benda á það að við höfum núna á þessu ári staðið styrktu verkefnið félag fyrir fjölöðunar sem dagskrá sem tvisvar í mánuði fyrir starfsfólk fjölöðunar utan vinnutíma sem gott fyrsta skref. Við þurfum að tryggja það að við stöndum að félagsstarfi og þá hvort að þetta félagsstarf geti þá tekið
við öðrum sem er ekki innan fjölíðunar. Því það náttúrulega kannski það sem við þurfum að horfa í að við séum að sé svona skipulagt félagsstarf fyrir fatlað fólk sem sagt fyrir alla. Þannig að það sé ekki bundið við það að vera eingöngu fyrir starfsfólk fjölíðunar. En þetta ágætt fyrsta skref og við fylgjumst bara vel með því hvernig þetta fer af stað og svo vísum við náttúrulega bara ákvörðun verkefni Saman á Skaga til næstu fjárhagsáætlunargerðar, hvort að við fáum þá pening í það og það verði þá einhver útfærsla á þessu félagafjöru og annað slíkt, þannig að það sé þá hægt að stækka það eða útfæra þetta einhvern veginn þannig að við getum tryggt félagsstarf fyrir alla. Sjötti liðurinn staða aksturs þjónustuna Akraneskaupstað. Við erum að vinna við það verið ráðgjafafyrirtæki að vinna fyrir okkur útboðsgögn. Það hefur tafist aðeins, en ég vona það að við fáum útboðsgögn fyrir næsta fund til yfirferðar og þannig að við getum farið að koma þessu verkefni í útboð. Ég minni að það er ekki endilega víst að útboð á þessari þjónustu sé endilega ódýrara fyrir bæinn, en ég hugsa að við erum ekki endilega að leita eftir því að þetta verði ódýrara, heldur horfi ég til þess að þjónustan verði betri. Við getum boðið upp á betri þjónustu, bæði á þeim tíma sem við bjóðum upp á þjónustu og þannig að það sé líka til bílar á Akranesi sem er hægt þá að panta eftir að þjónustu bæjarins lýkur og greiða fyrir þá. Því það sárlega vantar á Akranesi þjónusta kvöld og helgar þar sem að þeir sem þurfa á henni halda geta panta sér og greitt fyrir. Þannig að ég vona það að við fáum útboðsgögnin klár og getum bara gengið í verkið að bjóða þetta út og getum þá startað þessu vonandi seinna á árinu. Það sem ég segi að reksturinn verði hugsanlega ekki ódýrari varðandi útboð, þá hins vegar kemur það kannski tilbaka að við þurfum ekki að fara í fjárfestingu á bílum sem að verður þá tekið af sem að sá sem vinnur útboðið tekur á sig. Þannig að það stóru fjárfestingar sem bærin þyrfti annars að fara í annarkvort í gegnum Höfða eða á vegum bæjarins, að því að bílafloti sem við erum að nota núna alls ekki nógu góður í þessi verkefni sem við erum að standa í, og því fyrr sem við getum komið þess að stað og fengið bíla sem að henta, þeim betri það, bæði fyrir náttúrulega agalega fyrir þá sem njóta þessari þjónustu. Þannig að ég ætla bara svona aðeins að ræða þetta, en annars segi ég bara takk fyrir. Kristinn Hallur Sveinsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og orðið laust umtækjað velferðar- og mannréttindaráðs og það bæjarfulltrúi Líf Skarstad sem tekur sér máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma upp undir máli 6, akstursþjónustu Akraneskaupstaðar. Eins og ég kom inn á hér áður, þá ég starfandi formaður öldungaráðs og það hefur verið tekin umræða inn í ráðin hjá okkur varðandi akstursþjónustuna og varðandi hvernig við gætum komið til móts við þá eldri borgara sem að myndu vilja nýta sér þjónustu hér í mötuneytinu og það hefur verið rætt hvernig við eins og til dæmis með að auka aðgengi að eins og frístundastrætónum vil svona beina því að sú umræða verið tekin inn í velferðarráði og bara að við skoðum það hvernig við getum kannski ég veit að margir eldri borgarar halda að þeir megi ekki fara í strætóin og nota hann þar af leiðandi kannski ekki.
Þannig að það er spurningum að fara og athuga hvort við getum ekki nýtt hann fyrir þá sem að þurfa og vilja. Því að það hefur verið mikil aðsókn í matinn í mötuneytinu frammi og er það vel. Þannig að bara að gera að reyna að ná til fleiri sem að þurfa á þjónustunni að halda. Líf Ósa Skarðstad bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Tekur til máls, Forseti, ágætu bæjarfulltrúar sem okkur hlýða, ég bara þakka fyrir þessi ábendingu. Sjálfsögðu verður málið náttúrulega sent til öldungaráðs til umræðu þegar við erum komin nær, þannig að vonopindaráðs fatlaðs fólks, þannig að við reiknum með að fá punkta frá ykkur þegar við förum þetta lengra. Það er náttúrulega hluti af því sem er náttúrulega kostur á Akranesi er að við erum með strætó 2 og við erum með ókeypis strætó. Þannig að það er bara algjörlega lykilatriði einmitt að fólk nýti sér það og sérstaklega það eldri borgararnir sem geta nota þá vagnin til að koma hingað eða frístundastrætó. Þannig að það er bara mjög góð punktur að kynna þetta betur fyrir öllum aldurshópum á Akranesi að nota þessi strætóin. Alltaf hluta því verkefni að vera með ókeypis strætó þýðir það að akstur í þessari þjónustu, akstursþjónusta við eldri borgara og fallara er líka ókeypis á þeim tíma sem strætó keyrir. Það er bara, ég held að sem bara lög og reglugerðir sem segja það að þetta á að kosta jafn mikið og almenningssamgöngur. Þannig að við erum með ókeypis almenningssamgöngur á Akranesi og þar af leiðandi höfum við ekki verið að rukka fyrir akstursþjónustuna sem að bærinn veitir núna í gegnum Höfða. Takk fyrir. Kristinn Hallur Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þannig að þessi fundargerð er hér með lögð fram. Lið 5, 2501, 004 fundargerðir 2025 og það er skóla- og frístundaráð. Þar erum við með 2 fundargerðir, það er frá fundi 259 frá 27. mars og fundur 260 frá 2. apríl 2025. Og orðið er laust þessa báðar fundargerðir og það er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir sem tekur til máls. Ágæti forseti og ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem að sitja við hlustir. Mér langaði bara rétt að stikla á stóru hér undir fundargerð skóla- og frístundaráðs nr. 260 og skóla- og frístundaráð það mun leggja sitt að mörkum í að ná tryggja vinna fjárhagslegum markmiðum og höfum við skoðað ýmsar leiðir þar og það er bara áframhaldandi vinna sem er þar í gangi. Skoðun á framtíðarsýn með frístundaheimilin á Akranesi. Sú vinna hefur bara haldið áfram og gengur vel að safna upplýsingum. Nýverið var lögð fyrir könnun til foreldra sem að nýta frístund og það bara kemur skemmtilega óvart að foreldrar eru almennt ánægðir með frístundamál eins og þeir eru og bara virðist gefa góða raun en það gefur samt ekki, það er samt ekki ástæða til að hætta vinnunni og reyna að bæta það sem að gott er. Við getum alltaf gert betur þar ef við horfum bara út frá gæðaviðmiðum og annað en og munum við þá skoða, fá
betri kynningu þegar búið að brjóta svolítið niður þessa könnun og fá kynningu á fá svona betri sýn yfir þetta. Svo það nú fer nýtt íþróttahús á Jaðarsbökkum að fara að vera tilbúið til notkunar að einhverju hluta og bara hlakka til að sjá hvernig forstöðumann íþróttamannvirkja og Guðmundur tekst til að raða fólki og bandalögum íþróttafélögum sem þar eiga heima inn í hús og munum við fá kynningu á því þegar að þau hafa lokið svona annarri umferð á þeirri umræðu við þar til gerð félög. Já, ég held að þetta sé svona hlaupið á stóru hér, þetta sé ekki meira frá mér í bili. Bæjarfulltrúinn Jónína Margrét Guðmundsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Það bæjarfulltrúinn Líf Ósu Skarstad sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði bara að fá að koma upp undir fyrsta lagi undir lið 1 í samband við þar sem að bæjarfulltrúa Jónína Margrét kom inn á varðandi úttekt á rekstri og fjárhag. Við erum byrjuð í þessari vinnu og erum bara að leita allra leiða til þess að standast okkar fjárhagslegu markmið og erum bara mjög áhugasöm þá vinnu. Svo var það, ég ætla að koma inn á í lið 4, verklagsreglur starfsemi leikskóla og endurskoðun á þeim. Nú fer náttúrulega að líða því að við förum að taka inn börn á leikskóla og eitt af því sem að við ræddum í sambandi við þetta, í sambandi við breytingu á verklagsreglum, að eins og staðan í dag að þegar þú sækir leikskólavist fyrir barnið þitt, þá ertu með fyrsta val, annað val og þriðja val og þá skiptir ekki máli hvar þú býrð í bænum. Að mínu mati, og við höfum reifað það inn í skóla- og frístundaráði, að í raun og veru, þar sem við búum nú ekki í stóru samfélagi, að það ætti að taka þennan valkost út og í rauninni væri það bæjarins að ákvarða á hvaða leikskóla barnið færi og þá að við myndum miða náttúrulega eins og við höfum gert, þá miðum við náttúrulega við erum með systkini, það væri náttúrulega alltaf númer 1, en svo myndi búseta ráða því að eins og það hefur verið að þá hefur kannski hallað á suma leikskóla með aðra og það er náttúrulega alveg galið að börn sem að eigi heima á tökum sem dæmi Asparskógum, bara býr á móti Garðaseli, að það fær ekki inngöngu inn á Garðasel en barn sem býr kannski í Jörundarholti eða eitthvað miklu lengri burtu. Þannig að og leikskólastjórar hafa svolítið kallað eftir því að fá frjálsari hendur hvernig raða börnum inn á leikskóla. Þannig að það væri svona ídeal að það væri bara eitt skólasvæði, Akranes og já, það var svona okkar tillaga og er okkar tillaga. Annars, já, bara með íþróttahús á Jaðarsbökkum, það er bara spennandi að sjá hversu vel gengur þar og bara vinna í gangi með hvernig á að raða þar inn, þannig að, já, fleiri var það ekki. Bæjarfulltrúinn Líf Ósu Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið laust þessar fundagerðir og það er bæjarfulltrúinn Kristinn Halla Sveinsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðra sem á hlýða, ég ætla að koma bara undir lið 5, nýtt íþróttahús á Jaðarsbökkum. Nú erum við að horfa á það að húsið er að klárast, við erum að væntanlega taka næstu hæðina í notkun og bara óska okkur til hamingju með það á öllum í bænum. Ég ætlaði bara
að hvetja okkur til þess að, að þegar húsið klárt, seinna í sumar væntanlega, að við sýnum Skagamununa. Höfum opinn dag í húsinu þar sem að fólk getur skoðað þetta mannvirki, glæsilega mannvirki, og séð svona þá staði sem að eru yfirleitt ekki opnir almenningi. Þannig að fólk svona átti sig á því hvað þarna, hvernig þetta lítur út og til hvers þetta er gert. Þannig að ég ætlaði bara að minna á það hér og nú, þetta á bæði við ábending til skóla- og frístundaráðs og ekki síður skipulags- og umhverfisráðs. Þannig að já, annars bara takk fyrir. Já, bæjarfulltrúinn Kristinn Hrafn Sveinsson hefur lokið máli sínu og skylda finnst tillaga bæjarfulltrúans sem að sýna bílakostúsi alveg sjálfsög og jafnvel spurning hvort við ættum að horfa á fleiri mannvirki sem við höfum verið að taka í notkun að hafa opinn dag eða eitthvað, þannig að bæjarbúar hafa allavega möguleika á að skoða hvað við erum að eyða peningunum okkar í. En orðið er laust. Það er ekki fleiri sem hver sér ljós, þannig að fundargerðir skóla- og frístundaráðs eru þá hér með lagðar fram. Það er fundarliður 6, 25.01.005, fundargerðir 2025 og það er skipulags- og umhverfisráð. Þar er ein fundargerð sem hefur númerið 323 frá 31. mars 2025. Forseti vill taka það fram að það verður tafir á því að þessi fundargerð yrði lögð inn á fundargáttuna og mun að sjálfsögðu taka tillit til þess ef einhver hefur athugasemd við því. En orðið er laust þessa fundargerð. Það er formaður ráðsins sem að veifar hér hendi, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, bæjarfulltrúi. Takk kærlega, kæri forseti. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, fundarritari og aðrir ákveðnar hlýða. Já, það er alveg rétt sem forseti kemur inn á að það dróst að koma fundargerðin inn. Það voru nokkur mál sem við vorum fá svona álit með og áttum eftir að klára bókanir sem að því miður oft eru langir fundir hjá okkur og það höfum við ekki náð að klára. Við erum alltaf að reyna að bæta úr þessu en ég þykist vita það að allavega þeir bæjarfulltrúar sem eru hafi þó allavega kynnt sér það sem var fyrir að því að hún var svo sem inn á lokuðu svæði en alveg jafnframt að við tökum þetta og ég sérstaklega til mín að svona á þetta ekki að vera. Í þessari fundargerð þá eins og svo oft áður skemmtilegi fundir hjá okkur í ráðinu. Fyrsta fundarlið þar sem að við komum til móts við íbúa Sóleyjargötu þar sem þeir óskuðu eftir innstefnu. Þetta er sem sagt nyrsti hluti Sóleyjargötunnar sem kemur þegar þú kemur af Meldegnum og fram að gatnamótunum að Vitateig. Þannig að þú verður að keyra Meldteginn til að komast inn á þennan hlutan á Sóleyjargötunnar. Við töldum að þetta væri mjög jákvætt og urðum á ósk íbúa. Reyndar kom einn íbúi eða íbúar á einu húsnæði sem gerðu athugasemdir við þetta en við teljum að við viljum allavega fara þessa vegferð, teljum að hag íbúana þó svo að mögulega geti einhvað aukist umferðin á Meldteig. Við fengum til okkar inn til ráðsins ef við horfum á lið 3, 4, 5, 6 og 7. Þá kom þau Bjarki og Hildur frá Jæja arkitektum og fóru aðeins yfir
það sem búið að gera í kirkjubrautarverkefninu okkar og þar sem að verður stefnt að opni vinnustofu fyrir íbúa Akraness og verður það kynnt sérstaklega og óskandi að íbúar allir, hvort sem eru stórir eða smáir fjölmenni og hafi skoðanir á hlutunum. Það er eindreginn vilji ráðsins. Auðvitað í þessu ráði eins og öðrum að þá er farið yfir fjárfestinga og framkvæmdaáætlunina og heldur sú vinna bara jafnt og þétt áfram og stefnum við að fundi með bæjarráði það og áformaldið vinnu með það og eins fengum við góðan gestin á fund þar sem að Steinar Adolfsson kom og fór yfir bæjarmálasamþykktinni og stjórn og fundarsköp Akraneskostnaðar. Virkilega áhugavert og ánægjulegt að fá Steinar á fund og þakka ég honum fyrir það. Held að sé ekkert meira í bili, herra forseti. Guðmundur Ingþór Guðjónsson fulltrúi í máli sínu og orðið enn laust þessa fundargerð og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Það er rétt sem forseti kom hér inn á og bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingþór og það var töf á því að gögnin kæmu inn og það er rétt eins og bæjarfulltrúinn Guðmundur Ingþór kom inn á að svo sannarlega getum við nálgast gögnin með því að fara inn á fund skipulags- og umhverfisráðs en það breytir í samt ekki að þetta er alls ekki í fyrsta skipti á þessu kjörtímabili þar sem svona vinnubrögð eru. Dagskráin er send út á föstudaginn en fundargerðin kemur undir fundin eftir hádegi í dag. Það er ábyrgð formanna að þarna ákvarða það hvort að fundinni séu raun og veru klárir til þess að fara þá inn í bæjarstjórnar umræðu og það er ábyrgð forseta að sjá til þess að dagskráin uppfylli þær reglur sem í gildi eru. Við getum ekki sætt okkur við það að fundargerðir sé að birtast 3 tímum fyrir fund. Þetta eru stór og mikil mál oft og fólk þarf bara að fá tíma og á ekki að þurfa að leita í einhverjum öðrum fundargerðum og eins og við vitum að þá hefur þessi fundargerð tekið breytingum. Ef að á eftir að vinna í einhverjum málum þegar fundið er lokið, þá er einfaldlega fundurinn bara ekki klár til afgreiðslu í bæjarstjórn. Það bara nær ekkert lengra. Og þegar forseti ákveður, hann hefur fundarvaldið, hann hefur dagskrárvaldið segi ég, og þegar forseti sendir út dagskrána, ef hún er ekki klár, þá á hann bara ekki að senda út þetta mál. Þá á hann bara ekki að senda út þennan fundar. Við verðum bara að vanda okkur aðeins betur í þessum málum og eins og segja, þetta er alls ekki fyrsta sinn á þessu kjörtímabili. Við verðum bara að sýna þess meiri fagmennsku þegar kemur að fundarsköpum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og forseti vil taka fram eins og hann sagði í kynningu að þetta er ekki og rétt hjá bæjarfulltrúanum, þetta er ekki til eftirbreytni en forseti talaði líka í sínum inngangi að ef einhver gerir athugasemd við það að fundargerðin er á dagskrá þá er alveg sjálfsagt að bregðast við því og taka hann út af dagskrá eða vísa henni áfram í næsta fundar ef að það er vilji enda ekki rétt eins og hefur komið fram að fundargögn berist svona seint. Þess vegna fór forseti fram á það ef það er einhver sem gerir athugasemdir það við kláruðum þessa fundargerð til kynningar að þá verður brugðist við því.
Á ég að lesa í orð þín þannig, Ragnar, að þú vilji fresta, en þetta er réttmæt ábending hjá bæjarfulltrúanum. En orðið er laust þessa fundargerð. Það er ekki fleiri sem að kveða sig hljóðs, þannig að hún er hér með lögð fram. Það voru fundarlegu 7 sem er málsnúmerið 2501-029. Þetta eru fundargerðir 2025, Samband íslenskra sveitarfélaga tilkynningar. Þetta er fundargerð númer 972 frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Fundurinn fór fram 11. mars 2025. Og það sem forseti situr nú í þessari stjórn, þá var honum ljúft og skylt að segja frá því að það var bara einn dagskrárliður á þessum fundi ef við þurftum að breyta dagskrá landsþings og það þótti rétt að stjórn sem fer með dagskrárvaldið og breytingin var þess eðlis að stjórn tæki þetta fyrir á sér fundi og samþykkti sem hún svo gerði. Annað var ekki á þessum fundi. En orðið er laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sig hljóðs, þannig að fundargerð stjórn sambandsins er hér með lögð fram. Nú, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Forseti þakkar fundarmönnum fyrir fundarsetuna og þeim sem hafa lagt á sig að hlusta á okkur fyrir það og fundi er slitið.